Hey folks, velkomin í flæðiskérið með Rökkva og Jóa og Leon C, engri annari en indversku prinsessunni Leon C. Og við ætlum bara strax að byrja þáttinn á að spila eitt lag frá Mr. Lusty, nýja diskómennar. Já. Hvaða lag ætlar að spila með henni, Jói? Já, ef ekki leifinni bara að kynna það og segja okkur aðeins lagið. Velkomin í þáttinn. Já, takk ykkur kærlega fyrir. Það gott að vera hér á Íslandi. Já, það ekki? Já. Ískald og gott. Já, það var að segja mér að Viktor hérna á þannig að það er mjög heitt þannig að það sé voruð úti. Já, rosalega heitt. En líkamann minn er svo, den íslenska kuldan, so I like it. Já. Cold. Hot, cold. Já, þetta er gaman að þessu. Það er sjaldan sem maður heyrir eitthvað tala vel veðrið á Íslandi, þannig að það er ágætt Besta veður í heimi er hér á Íslandi. Já. Svo versta er í Bretlandi. Já, finnst það? Vesti maturinn kannski líka í Bretlandi. Maturinn er dyrt hérlendis en samt. I like the weather. Góður, eða ekki. En lagið, Mr. Lusty, sem að diskurinn heitir Mr. Lusty. Mr. Lusty. Hvernig kom þessi diskur út? Núna, nýlega, nokkrum mánuðum síðan. Já. November. Og ég sé mér að þú læðir einu jólalagi þarna með þér. Christmas Bluff. Já. Þetta er besta lag í heimi, Christmas Bluff. Já. Við þurfum að spila það hérna næstu jól. Textinn er raunveruleikan. Og svo ertu að fjalla hafa Rússland líka, sé ég. Já. Russia. Russia. Já. Þannig að það er margt skemmtilegt á þessu diski. En við ætlum að byrja á Mr. Lusty og hérna, textin fjallar hvað? Textin fjallar þegar ég var í Bretlandi. Já. Ég fór með Viktor í spítala í Essex og så vi var að bíða. Og så jeg begge har manager. Las av horden, Mr. Lusty. Så jeg spurte, jeg började att hlæja because Mr. Lusty is very, lostafullur. Herra lostafullur, já. Ja, lostafullur. Ja, så jeg spurte hugnakonan och said, who's this inside? Why is he called Mr. Lusty? This one is Mr. This, that, and this one Lusty. She says, I know it's funny, but try not to laugh so loud. I said, I can't control myself. She said, han hjartalæknir. Já. Hann getur komið ný herramannabók með herra Hámur og herra Hnísinn og þetta og herra Lostafullur. Bannað mjög ungum börnum. Við ætlum bara að heyra þetta lag hérna. Þetta er nýjasta úr smiðju Leon C. Já. Og þú samtir lagið í Bretlandi? Já, ég samdi lagið í Bretlandi og svo samdi ég líka með herra Lusty á íslensku. Á íslensku? Já. Já, og við fáum að hann heitir herra Lusty. Herra Lusty? Já, á íslensku. Lostafullur er svolítið langt nafn svona. Já, en við ætlum að heyra hérna þetta lag og svo komum við hérna rétt og eftir. Þetta er sjálfsögðu Mr. Lusty með Leon C. Og þetta er, splungun nýtt. Hefur þetta verið spila áður útvarpi, Leon C? Hvað? Þetta lag? Jú, út í útlöndum, reyndar. Útlöndum? Já. Í All India Radio er að spila mörg lag og í kvöldskipti að spila lag. Hérna er sangkona frá Góa Innlandi sem býr á Íslandi. Já. Við þekkjum aðeins Ísland fyrir fótbolti. Jeg said, yeah, they are good. Next time I'm going to be the big cheerleader. Så þetta var gott. Það er nú syndið þekki okkur bara fyrir fótbolta sem að... Já, they sagði bara fótboll. I said, football, they are good. Yeah, they were playing with the Portuguese and blah, blah, blah. And they're good. Footballers. Já, ég skammast mér svolítið þegar ég heyri þetta. Ég vildi að þeir þekkt okkur frekar... Ekki vera skammast fyrir fótbolta. Mér finnst fótbolti svo leiðilegur. Ég horfir aldrei á fótbolti en þegar þeir var að spila, European, this? Já, Evrópumeistarikeppnin. Ég var að horfa. And I was always cheering for Iceland. But then I had to cheer for Portugal too. Otherwise I might svika því, Já. If I don't. So. Já, þeir unnu, þannig að þú lítur að vera ánum með það. Portugals and Ég Ísland. myndi miklu frekar að þeir vissu að Messi, Ronaldo. Já, það væri allir sterkur kallanir á Íslandi og þeir myndu svona halda upp á fjallið og eitthvað, þá er ég svona aðeins stoltari. Nei. Þeir voru að tala bara about it. Sagði einhverju sinnum tvisvar about Icelandic and football. Yeah, that's it. Já, þú ert nýkomin frá Indlandi, þú ert búin að vera að ferðast þar. Já, ég var að gera samningar við All India Radio, samningar og alls konar samningar, Já. Og så líka lita eftir eigu, fjölskyldu eigu og land og lóð sem er allt of mikið. Þú var talsur eignir þannig úti? Já, það var útlendingar sem vildi kaupa lóðir okkar í Góa.
En ég þurfti að gera samlingar fyrir bróður minn og systuran mína sem búa í Kanada. Ég vildi ekki selja. Nei, Við viljum ekki selja. nei, bara eiga þetta Stóra áfram pening, já. En hver á heima þar núna þá? Og það frænka mín sem lítur eftir. Já, Er það ekki líka svolítið þannig að sko, ef þú myndir selja þetta, þá myndir þú missa svolítið ræturnar? Nei, ég myndi aldrei missa rætunar. Það allt of mikið load. Too much land. There's plenty of land over there. já, And the foreigners are drooling over it. Slefa yfir. já, slefi við Já, sérstaklega brettar Já. sem vil bara gera holiday resorts. Já, Já. þeir vilja bara hafa sumbústan sína þarna, já. Það full af brettar sem búa þarna. I don't know what they like about it. I wanted to run back here. It was too hot. Ég myndi nú alveg vilja skipta í svolítið tíma allavega og fara í hlýra land en hérna maður getur kannski fengið nóg af því líka. Ég held að ef að Rökkur myndi fara til Indlands, þá myndi hann sennilega vera fljótið tilbaka Ná, Já. okkur, út af hittanum. já, mér finnst hitti góður, sko. Láttu mig segja eitthvað about that. Það var stál landgangu frammi sem eru notaðir til að ferja fólk og bílar yfir fljótin. Já. Áður fyrir og notaðir krokodílar. Yeah, it's not funny when the All India Radio woman said that. Or crocodile, their mouth was tied up, you know. Já, Setja hérna Binda. beisli á krokodíl og Já. láta á draga fleka. Já, og svo krokodílar sem fólk stóðu á yfir fljótin sem eru breið og long. já. Já, ég er nú ekki alveg við sem ég trúi þessu en No, þetta er I'm góð telling saga. you. No, it's true. There's crocodile in an island called Shorau Já. and Divar. Ah, That's why merkilegt. the tourists come to see those crocodiles. I saw the ugly creatures. Oi. Já, stærstu krokodílar í heimi. Já, En það náttúrulega er spennandi að sjá krokodíla einhvern Já, en veginn ef það maður eru líka kemur frá Íslandi. gagsærir vatnasnákar sem drepa fólk Já, in the water. já. So, turistar sem koma þarna til Goa, they should be varkár. I just told the politicians that they have to have boards telling the people to be careful, there are water snakes. Já, í Ástralíu er mikið af svona viðvörun en kannski ekki mikið þannig í Íslandi eða hvað. Já, sérstaklega in Goa, you have the crocodiles. Já. þannig er kannski Er- komin hugmynd fyrir þá sem búa á Svalbard, það geta hérna múlbundið hérna Ísbirni. ísbirni og bank. En er mikið að túristar drepi sig af því að hoppa út í eitthvað vatn og láta krokodíla Yeah, éta þeir sig eru og... fíblar, maður, they want Já. to go in the show, they will fara í sjóin, you know, because it is too hot for their skin. Já, Fyrst liggja allan dag og nótt in that, oh God, 100 degrees sun. And it looks... Yeah, they go on the já, beaches, but fara í some... árnar og hérna fljótin og svona. Já, but Við then sea sáum snakes. myndband frá Íslendingum fyrir nokkrum ári var það ekki, þar sem að þau voru að kasta sér út í eitthvað svona vatnan í Jú. Indonésiu eða eitthvað staðar þarna, Það er rétt. Þælandi eða eitthvað og svo sást bara krokodíla myndbandinu synda bara rétt skömmu seinna alveg hérna Já. alveg ómeðvituðum í rauninni hættuna. Er það ekki svolítið þannig að Og kobra og alls konar viðbjóður. Já, við sem búum hérna kannski á Íslandi og við getum stokkið út í hvað og allt sem er hérna á þess að vera í hættu, já, þannig séð. bara degjur kulda. Já, þannig Who's going to bite you except a little spider? Já. 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 Þetta Ég er að fara út aftur Já, Já. hvenær? eftir ég er búin að selja húsið. Já. Ertu þá Það er ekki hægt. You know, fasteignasalar er að segja við mig, ekki lega húsið, leyendur eðilegja húsið. Já, það er ofta hannig. Svo ég var Miklu í betra að selja. IKEA. Fyrirgefðu? Miklu betra þá að selja. Já. Já. Og Það er ég vil líka gott kaupa, verð fyrir húsi núna. Það vilja allir ég vil kaupa kaupa hús. í Bretlandi aftur. I like it. Já, Já, allir- ætlar að flytja þangað Já. aftur. Svo ég fer til Bandaríkjana að taka upp nokkur lög eftir 1-2 mánuður. En meðan ég er hér, ég vil syngja landalt. Já, það ekki. Skiptir einhverjum máli hver er pirraðir vegna þess ég er hér, I don't give a shit. I'm here and I'm ég er íslenskur ríkisborgari. Svo spyr einhverju við mig, veistu það, stærsta áfall var þegar DFF, ritstjóri, skrifar hún er búin að gefa drauminn sinn í einhverju bát, what bát eða skip? Ég hef aldrei gefið upp neinu draumur, ég fór aðeins út með 2 töskur, ferðartöskur, ég fór ekki út með 40 ferða gámur. Nei, Til hvers má ég ekki koma og fara eins og mér sýnist? Ég er íslenskur ríkisborgari. heimsækja heimalandið. Já, það er sumir íslendingar sem þólir ekki að ég er hér. Þau geta farið út af landsteinana. And good riddance of bad rubbish, I'm Já, here. það er náttúrulega líka bara fólk finnst oft gaman að röfli yfir alls konar hlutum en ég segi bara, þú veist, ef að þér finnst eitthvað slæmt eitthvað tónlistamann eða eitthvað, þá er enginn sem er að pína þig til þess að fara að horfa á hann. Exactly. Það er, þú veist, þetta er bara röfla því að fólk vil röfla, sko. Hverju viku ég fær tölvupóst frá FTT, Já. Já, félag tónskald og textahöfunda. Ég er búin að gubba 3 svar sinnum.
síðan ég kom. Allan tíma, styrkir hér, styrkir þar, styrkir út allt. Hei, ég fer ekki eftir styrkir. Til hvers þar tónlistarfólk að vera í tónlistinni ef þeir geta ekki lifað á einn spýtur. Já, Leonsi stendur á einn fótum. akkurat. En ef ég pröfaði einu sinni tvisvar sinnum fyrir, hvað heitir þetta? Listamannalaun? No, skilyrði þú búinn að fá, hefur þú fengið Listamannlaun? awards, verðlaun? Verðlaun, já. Og hefur þú fengið viðurkenningu? How am I going to get a verðlaun and viðurkenningu? Þegar það Ku Klux Klan after me. Það, Smá hópur af íslenska tónlistarfólk sem eilíftar after Leonsi. Já, það er náttúrulega margt svolítið furðulegt við listamannalaun og þeir sem að kannski vilja röfla eitthvað að einhversi lélugur tónlistamæður eða lélugur grínisti eða eitthvað svona endalaust sem að náttúrulega, eins og ég segi, þurfa ekki að fara og sjá listina ef þeim finnst hún léleg, að þeir ættu kannski frekar að röfla yfir þeim sem fá listamannalaun því að það eru skattarnir okkar sem borgar listamannalaun. Exactly. Meðan að þú hefur aldrei fengið listamannalaun, ég hef aldrei fengið listamannalaun. Ef einhver lélugur grínisti eða lélugur sangvari, já. don't go. Who's asking them to come? Sleftu því, þú veist, ekki horfa á YouTube-vídeóin, ekki mæta á atburðina, það er engin að pína þig til þess. Og bara fyrir þá sem að vita ekki að þá fyllir þú staðið þar sem þú Og kemur. ég alltaf að fylla upp staðið, hvað sem ég fer. Og já. Og hér á Íslandi, veistu það? Eigum ekki að setja hljóðnum að fyrir Viktor, svo heyrst í Jú, honum ekki setja svona. skjóta svona inn í hjá okkur, annars heyra hlustundur ekki almenna. It's funny. Það fær bara sætið Já, þarna þú hliðina. hélst tónleika á Hard Rocker það ekki í desember. Já. Rétt að nú fórst til Indlands. Já, þessi djávafáviti segir þetta var síðasta tónleika. Nei, þetta var síðasta tónleika fyrir árið 2016. Já. Einhverju glemdi að segja þar. En þarf ekki djávaf líka bara svolítið að hafa eitthvað svona til að setja í blaðið sitt, svona svo fólk Alltaf skrifa illa á mig, helvitis fávitar sem alltaf í ofskinninum. Það er máli sko, þeir skrifa bara missil á fólki sko. Já, bara velja fólki, sérstaklega Leonsi. What do you think I'm so small? I'm a big giant. Don't talk rubbish about me. And it's so sorglegt. Í dag einhverju að gera einhverju fjölmiðlar. Ha, it's good. Traitors. Deserve it. Já, þú ætlar að fara svo hringinn ykkur í landið í tónleikaferð. Já. Og veistu hvað ætlar að byrja? Og ertu spenntari kannski fyrir einum staður en öðrum eða ertu bara jafn spennt að fara alla þessu staði? I like to be in England, in America, in India, Australia. Það er að tala Ísland. En hér á Íslandi, ef þú ferði hérna Íslandi? Já. Ísland, of course. Já. Hvaða staður á Íslandi er skemmtilegast að spila? Oh my goodness, Akureyri. Akureyri? Vestmannaeyjar. Yes, Vestmanni. Já, fallið til Vestmannaeyjum. Frábært. Keflavík líka. Keflavík is also great. But Keflavík alltaf að hafa gamal menni koma frá Reykjavík til að rattlausir vilar. Hver tengdur bæjarstjóri í Keflavík? Oh my god. Skiptir engu máli ef maður faglærður eða ekki lær. Má ekki spyrja, hann faglærður? Hún faglærð? No. Mikilvægast atrið hver hún tengd? Hvaða politikus? Eða hann? Eða þau? That's bullshit is going on all the time. Það er náttúrulega satt að það er alveg gríðalegur klíkuskapur í öllu á Íslandi og tónlist og listir er engin undantekning sko. Og það er svolítið merkilegt í rauninni með eins og listamannalaun. Ég hef alltaf svona hallast aðeins að mótið þeim, ég er ekkert eitthvað rosalega mótið þeim en ég hef svona hallast að mótið þeim. Það er þessi kettling sem heitir Zoega. Zoega, ég veit ekki hver hún er. Ég veit ekki heldur hver, I don't even want to know her. But she's a furðu kettling, she writes rubbish to me. Hvað býttu, er einhver kona að skrifa þér eitthvað? Já, Nei, hún er útbeittir velunum, eða ekki? Já, en það sem er svolítið furðulegt við listamannalaun, ég ætla að segja, hún er ekki faglærð listakona. er að listamannalaun myndi maður halda ætti að vera til þess að styðja við bransan, til þess að bransin gangi, til þess að þeir sem eru svona kannski... Akkurju? Já, ég myndi halda það, ég er ekki að segja að... Akkurju að ekki setja penningin í heilbrigðiskerfi? Já, ég myndi vilja það, en ef það eiga að vera listamannalaun, þá myndi ég halda afsökunin fyrir því eða ástæðan fyrir því væri til þess að einhverju svona... Þetta kriplingar í tónlist eða leiklist eða hvaða list? Ég er bara að segja að ef það er kannski erfitt fyrir einhvern að koma sér á fót sem að geti síðan orðið frægur og góð landkynninga, þá myndi þeir kannski fá það. Oh no, I absolutely protest this. Ég mótmæla. Já. Vegna þess faglærðir. Akkur er fólk að fara í tónlist hér á Íslandi? Veistu það? Til að mjölka út og lífa á spennunum. Hvað læknar á allt þetta? Fólk er að gera þetta á einn spýtur. Já, ég er alveg sammála því að mér finnst að þessi peningar ættu frekar að fara í heilbrigðiskerfi. Bara í heilbrigðiskerfi. Og það sem er aukalega mjög furðulegt við listamannalaun er að menn eins og
þú veist, kannski Bubbi Mortens eða einhverjir að fá þau sem eru búnir að koma sér á fót að ef einhver ætti ekki að fá listamannalaun þá verða það einhverju svona menn eins og Björgun Halldórs eða Bubbi Mortens og þetta lið sem ætti einmitt að geta lifað, þeir eru búnir að verða frægir, þeir eru búin að ná fótfestu það er engin ástæð til að gefa þeim listamannalaun ef þeir get ekki lifað af þessu sammála, en Rökkvi, veistu það, þetta fólk listamannalaun, þetta fólk once, einu skipti þegar maður er búin að fá listamannalaun þegar eilífðar komin á spennunum like this Helgason fellow þá ertu bara fastur Helgason, Já. hvaða Helgason? hvað maður sem skrifar einu sinni í bóka á 10 árum, I don't know, fólk er að tala þetta Hallgrímur Helgason, menn hann já, I don't know Já, ég veit ekki til hvers þetta fólk þarf að listamannalaun að halda þegar Harry Potter skrifar í Vildi þú að menn myndu bara hætta að útbýta listamannalaun? bara útrýma listamannalaun og alla styrkir setja allt þetta penning í heilbrigðiskerfi vegna þess health is wealth án Svo heilsufari það er ekki nýtt Já, ég hvað er fólk að hugsa er að kaupa sammála því þannig séð að ef að þú í rauninni hækkar lífsgæðin hjá öllum almennt þá er Exakt. auðveldara fyrir fólk að verða listamenn til að byrja með já, ef að þú forðar fólki frá fátækt með því til dæmis að ef okkur að er fólk svo fátækt Já, ég meina til dæmis ef þú eignast óheilbrigt barn, ef þú eignast barn með alvarlegan erfðasjúkdóm Já. þá fer öll þín orka og vinna í því Já. í það að þú veist vera hjá barninu þínu og eitthvað svona og það þú veist tekur allar orku þín og peninga ef að þú til dæmis hefur betra heilbrigðiskerfi og betri stuðning Já, þá já. gæti einhver sem að kannski hefði ekki orðið tónlistarmaður ef hann hefði ekki þurft að eyða öllum peningum sínum í heilbrigðiskerfi Já, að kaupa verðlaunir hér og þar. tónlistarmaður eða eitthvað annað þannig að ég sjálfur hef alltaf hallast gegn listamannalaunum kannski ekkit eitthvað verið brjálar í því en tilnefningar, fólk er að kaupa sína einn tilnefningar, what a shame, disgrace tilnefningar til sölu 5.000 kall á lag. já, þú þarf bara að velja sjálfan þig I got a Tölvupost síðustu viku buy yourself a listamannalaun, shit, it makes me sick Valið 3 lög. hvergi annars staðar í heiminum er svona mikið klikkuskap og viðbjóður í En hvernig er kringum þetta til dæmis í Bretlandi og Indlandi og veistu hvernig þetta er þar? No, you have to stand on your own feet ef þú hefur ekki penning to look after your list then you go and who cares what you do Það er auðvitað corruption hverjum er ekki alveg sama það en er spilling þar líka Það er örugglega, líka sko. corruption í spillingu Bretlandi. eru allstaðar Já. mér Þú finnst líka kaupir hérna I plötur. think, wait a minute, I think they should also take all the money from Adele and put it in their NHS. That's like a En too það much er waste. náttúrulega pínu hattarstett líka á Íslandi að þó ég vilji nú ekki kannski tala ítlum íslenska kvikmyndiðina og eitthvað svona, þá er hann frekar lítill og þegar þú ert með einhver svona verðlaun, edduverðlaunin eða eitthvað, þá er kannski bara ein bíómynd sem fær öll verðlaunin og allir leikarnir sem voru í henni voru líka í öllum hinum myndunum. Þannig að þetta er svolítið svona kjánalega lítill bransi þegar að bara, ok, núna er Hilmisnær búin að vera í öllum bíómyndum sem voru gefnur út þessu ári ætla hann fóði verðlaun það er svona, stundum er þetta pínu kjánulegt jafnvel þó að þetta séu oft góðar myndir þannig séð. Já, ég meina, en þú er ekki veltið fyrir jafnvel að því sko listamenn, þeir kannski hafa jafnvel hæfileika fleiri en einu sviði, þú hefur hæfileika á tónlistasviðinu og sumi listamenn hafa jafnvel velt fyrir þess að fara í leiklist eða mála, eða þú eitthvað veltið fyrir að fara í eitthvað svo leis? Veistu það, Rökkvi? Þetta er svo hlægilegt að það tekur svona stóra hópur af íslenski tónlistamenn að berjast við mig. Halda hana úti. What the hell, mother? If I was on a stage in a concert with any of these assholes, I would just break them down. They would go home like little puppies crying. En það er náttúrulega málið, þú hefur mikið í rauninni líka þá bara gert hlutina einn. Já. Þú tekur upp sjálf og þú vinnur náttúrulega með svona einstaka aðilum sem að taka upp og svoleiðis, en þú gefur út sjálf og No, I'm writing a song about Donald Trump. Ok, við slum kannski ekki fara að tala með ekki No, I have. I'm writing a song about Donald Trump. I like him. Já, við erum ekki alveg að prifna á honum og þú ekki alveg. I also like his wife. She's glæsileg. Já. Hvernig myndi hún líta út við íslenska þjóðbúning, maður? Glæsileg. Já. Yeah, she would look great with it. Hún er allavega ekki ljót, hún Melania, Alls ekki, sko. við getum ekki sagt það. No, that þjóðbúning on her would look really good. Hann er góð Otherwise, it's like smekkur taking a þjóðbúning úr Ísland and putting it on a gámur. Já. That doesn't look good. Ja, ef maður á jafn mikið pening og hann, þá getur maður líka haft mikinn smekk fyrir konum. Já. Getur maður svolítið valið sér hvaða smekk maður hefur og fengið það sem maður vill. En við vorum með fleiri lög af nýja disnum Já, sem My heitir Melodies. Mr. Lusty, það er diskurinn og það eru 7 lög á þessum diski, Já, það er á 1 jólalaga að minnstakosti já. og það er 1 lag hérna sem að þið langaði að spila næst og það er hérna My Melodies and Symphonies. My melodies are symphonies. Þú kannski segir okkur aðeins af þessu lagi, hvernig
kom textin til þín og hvernig kom þetta lag til þín? Melodies, ég skrifa frábært melodies sem hljómar eins og symphonies. Ég þarf ekki symfóníorkestra. Einföld skýring á þessu. Við skulum bara heyra lagið hérna, Melodies Let's dance. Are My Symphonies, eða ekki? Við heyrum lagið hér. Já, þetta Herra Lusty, þetta íslenska útgáfan af Mr. Lusty sem við heyrðum hérna fyrst í þættinum. Leon C, listakona, tónlistakona, hún hjá okkur í Rökkva í dag og þeir hlusta á flæðiskýrið út af fyrir sögum. Og Leon C, þýðuru, lögin sem tekur upp á ensku, þýðuru alla textana? Já, ég geri það. Já. Fyrst skrifa ég á íslensku. Þá kannski ég vil þýða á dönsku, eða invesku, eða íslensku. Já, number 2 is Icelandic. Já. Þú vinnur út frá íslensku textanum og býrð þá til... Nei, enska textan. Enska textan. Já, enska textan. Já. En hægt að gera lag á dönsku sem ekki asnalegt af því að danska nú bara svo asnalegt mál. Hún fekk 10 í öllum dönsku. Já. Sexy Lover Boy. Ég þýddi lagið frá ensku, Sexy Lover Boy í dönsku. Við ætlum ekki að fá að heyra Hvernig var það? Dönsku. Já, frábært. Þá kom danskir embætismenn frá danska sendiráðinu að hlusta á mig. Já. Já. Ég ringdi og spurði, how is my accent, how is my diction, perfect. So, Sexy lover boy. Það ekki they would say sexy lover boy. Lover I boy. said sexy lover boy. Sexy lover boy. Já, það mitt. Já. Hérna, þannig að þú ert mjög duglega að nota tungumál Unga mann. í textunum, já. Sem Já. þú ert dönsku, indlesku, íslensku, ensku, það bara nefndu Pínu það. lítið frönsku. Frönsku? Hver skitt saman fransku? Hver að nota Það nú fransku? eiginlega svolítið fórhald að segja indversku samt. Það eins og að segja asísku næstum því að það Já, svo ótrúlega mörg máli í Indlandi. Er það ekki? Já, já. Þú talar hindi og eitthvað. Hindi, Marathi, Konkani, Já. Portugalsk, that is. Also, European languages. Og spænsku, gerur lög á spænsku þá? Spænsku og portugalsku like cousins. Það konkunni í þessum að svipa. Svo íslensku og færiska kannski. Það eitt sem mjög skrítin og mjög hlægileg var þegar innverjar kallaði mig hvítkona. Og þegar ég á Íslandi, ég hversaskona? Dökkona, já. Íslensku ráðanýtunum. Já, fyrir ráðuneytum er bara dökk, innvesk. En á innlandi það var gott líka að þegar ég var að svara við politikusar, þurfti að hafa skottheldu vesti og hafa nokkrir Lífverði? ekki lífverði, hermenn Hermenn, já. með hríðskotubissu. Já. Hríðskotubissu. I was scared of that alone. And the vesti var alltaf þung on my little shoulders. But sometimes I have to, ég hef ekki sagt nei. Nei. Innvesk politik mjög violent. Já. What is violent? Hættulegar ofbeldisfull. Yeah. Because they don't like somebody, they'll just boom, blow you up. Like that. They're not going to do anything to me. And ástæða fyrir því ég þarf að íhuga málið, ég verð að yfirgefa íslensk vegabréf til að vera in that politik. Já, þú myndir Svo Viktor segir nei, þú gerir það ekki. Já, þú myndir þurfa að gefa íslensku vegabrif á bátinn til að geta orðið stjórnmálamaður á Indlandi. Já, og svo er það náttúrulega líka stór hættulegt og við erum bara ekkit vön einhverju svona á Íslandi að það er kannski tala illa stjórnmálamannina hérna en þeir þurfa næstum því aldrei að... Stjórnmálamenn hér núna nixmenn. Hérna á Íslandi... Já, en það er næstum aldrei reynt að drepa þá eða þú veist, mestalagi lamið í bílinn Hver að drepa þeim, það er ómerkilegir. Hugsa aðeins launahækkanir fyrir sjálfan sig. Þetta fólk hugsa ekki fallaðir eða öryrkjar eða neitt svoleiðis eða fólk sem með veik börn. I don't care for the Icelandic politics, it's rubbish. But in Iceland, the politics is big, very big and dangerous. Hér á Íslandi mesta hættan sem getur lent í að fá egg í hausinn. Já, hérna Ólafur G. Einars fekk egg í sig og bíllinn hans Geirs-Horni var eitthvað murkaður, eitthvað smá. Það er það versta sem hefur komið fyrir íslensku stjórnmálamenn. Það er bara svo gengur og við getum þakka kannski fyrir það svolítið. Mér finnst að fólk sem að mótmæla hér á Íslandi fyrir hvað sem bara kjarklausir og vegggeðja. They don't know how to do it. Við skulum nú ekki hvetja fólk til þess að gera eitthvað verra en hérna... Mér finnst að það verða að mótmæla launahækkanir af alþingismönnum og forsætisráðherra sem bunt, what's the use of that? Heilbrigði kemur fyrst, heilbrigðisráðuneytin. Já, ég meina ef að fólk kýs þá aftur, ég meina þá náttúrulega skipta mótmælun engu máli. Það er þannig sem mótmælir, það er að kjósa ekki fólkið aftur sem að gera þetta og Íslendingar bara einhvern veginn hafa ekki fattað það. Ég kjós enginn sem að stjórna núna. I don't care for these people. En að því við erum að tala um pólitík, þá langar við að spyrja, einhver pólitík í textunum á plötunniðinni?
Ekki núna. Ekki núna. En þú hefur verið svolítið pólitíski í textum, eða ekki? Ég var með eitt lag, Pólitíska leikbrúður? já, politiska leikbrúður, Já. Gerður reitt. áður. Og það, já. Ekki Mr. Lusty-diskinn. Nei. Er hérna, var að velta þessu fyrir mér hérna með þetta lag sem við ætlum að spila í lokin og eftir. Já. Got a feeling you're not Got a feeling we're not wasting time. We're not wasting time. Er þetta eitthvað sérstakt þetta lag? Er þetta eitthvað svona í þínu umhverfi eða? No. Ég skrifar mjög lítið ástarlög. I don't like all that rubbish. Væmin. Jökk. But that was one song. Nema Ást á pöfnum. Ást á pöfnum fyndin lag. Það var rosalega skemmtilegt og gott lag. Já, allir elskar það. Já, það er rosalega, og bara þú kíkir á YouTube, sko, það er mjög mikið hlusta á það. It's good. Og rosalega gaman að... Hvernig heldur þú að það myndi vera Ást á pöfnum, ef ég var að syngja Ást á pöfnum fyrir Eurovision? Það er skemmtilegt. Já, en það er ekki hægt að fara í Eurovision. Bannað með lögum. Bannað með lögum, já. Já. En hérna, það var nú gaman að senda því í Eurovision. Ég er alveg viss það, því að þú ert með svona ekta Europop, sko. Já, en þegar ég hef reynd að senda lög í Eurovision, þetta er sama pakk. Rasistar frá RÚV og FTT og FIH sem vil fara til Bandaríkjanna og vera stór stjörnur slefandi. Og þetta er örgulega Leonsi segir við þekkjum röddina, stælin svona Tina Turner stæl þannig að þau segðu hana hún væri út í Indlandi Já, All India Radio sagði Tina Turner. Ég sound like a Tina Turner eða eitthvað svona. En svona eftir ferðina til Indlands þið voru þarna úti voru að skoða eitthvað svona merkilegt þarna úti og sáu eitthvað nýtt sem það hefði ekki séð áður til dæmis? Já, eins og Casino. Casino, voruð í Casino? Fljótin er trottfull af alls konar Casino sem er rekin af alls konar I don't know. Þeir komu þeim til hjálpar 2008 held ég að fór eitthvað úrskýðis eða var að fara allt úrskýðis og svo komuðu með 36 Casinos fljótandi skip og Þessu það, Jói, inveskir bankar hefur aldrei verið gjaldþrota eins og í Evrópuland. Aldrei. Nei. Já. Vel reikið. Aldrei. Og líka sendiherra, investor sendiherra í Reykjavík sagði við mig, Indian banks never are bankrupt, never go bankrupt. Og svo núna rétt áður en ég fór til Innlands, það var líka allt í einu forsætisráðherra Innlands. Hann bara við eitt undirskrift útrýmdi alla 500 rúpíu og 1000 rúpíu nótur. Så folk som har fälla detta i vägnum hjá sér, it's all useless money. Ja, það er ekki hægt að nota. Ég er aðeins með eitt 500 rupee nót frá 20 árum síðan sem ég vildi ekki skipta í Reserve Bank of India vegna þess ég vil eiga hann sem minningar. Souvenir. Já, souvenir, gaman að því. Þú lendir reyndar í smá kröggum þarna í Bretlandi út af gjaldeyrishöftum eða hryðjuverkalögum, en hvað var? Nei, á Innlandi þetta var. Þetta var Innlandi, já? Já, þetta var á Innlandi. Það er ekki hægt að fá meira en 5,000 rupí, $80. $80? Já. Á viku eða hvað? Á viku, já. Maður getur ekki gett mikið nú. Það er gott að ég á fjölskylda þar sem vildi hjálpa mig. Og er það alveg sama hversu stóra fjölskyldu út með, það er bara alltaf $80? Bara 80 dollara á mann. Á mann, já. Á viku. Það þið gáttu tekið 160 út saman. Já, sem er, like 5,000 rupees. En okkur var þessi takmörkur sett, veistu það? Hryðjuverkum. Alltaf það er hryðjuverk frá muslimum á Innlandi, svo þeir reyna að stoppa þetta. Já. Eiturlyfjakaup og hryðjuverk. Eiturlyfjakaup og hryðjuverk, aðalega hryðjuverk. Og hafði þetta einhver áhrif á ykkur svona þannig? Nei, mér var svårt aftur og aftur. Í hverju hotelli, það er svona, what do you call it, security, eins og á Keflavíkur flugvelli. Já. Það er hlýpara. Já, er skoðaðir, go in and out, fyrir byssur og hvað. Í hotellum bjó margir politikusar. Og það var full af hermenn með þrýtskota byssur, which was, ég hef aldrei séð svona fyrir marg ár, maður only see it in Rambo films. Þeir voru bara að vakta alla nóttina eitt stegagangi sem við sáum á og það var politikus sem svaf 2 hurðum frá okkur. Já, þannig að þið voru mjög örugg með að gista það. Oh yes, definitely. Já.
Það er kannski best að velja þetta bara eftir hvað pólitíkar sem gista, það gott að gista, veistu að það nokkuð örugur. Ég vissi ekki neitt að það myndi vera politikus sem að gista þar. Þú bara valdir þetta hótel og vekst bara þarna öryggisgæslu. Það sem ég líkar mjög vel hermenn út allt. Já, Já, þú ert hrifin af því. já, hrifin af því vegna þess. Ég vil ekki vera Meira öryggi. fyrir atkasti af einhverju muslimum sem biladir þarna eins og það skeiði. Eru Indverjar, eru þeir svona smekir við hryðjuverk? Fyrir ekki aftur? Eru Indverjar mjög smekir við hryðjuverkastarfsemi? Já, það hefur verið sprengt heilu hótelinu upp. Já. Í 2008, 2008. Dutch Hotel var. Já. Kannski 5 menn komist inn í Indland frá Pakistan og annars staðar og komið hríðskjótabissur og handsprengjur og dúndra niður heilu hóteli. Bara. Já, og þess vegna eru þessar öryggisástafanir og þeir eru vörfi í ferðinni. Já. Sérstaklega hermenn, inveskir hermenn að segja, að vera varkáður með þetta fólk sem á motorhjólum, klædd eins og konur með slædu yfir allt höfuðið og bara 2 hólur fyrir augu. Já. Já, og klæða í konufatnað. Já. Og með byssur og bombur og alls konar. Innanklæða. Já, so inveskir hermenn, they don't give a damn. Já. Out with your face. Já, bannað að bera blæðið. Bannað að fela andlitið. Það reyndar svoleiðis lög gildi hérna á Íslandi líka. Hér á Íslandi það engin málfrelsi einu sinni. Ég sagði í All India Radio, hann var að segja allan tíma, ég fædd á Innlandi, stjarna, býr á Íslandi. Hvernig það? I said, there is no freedom of expression in Iceland. Ef manneskja byrjar að tala, Innland stærsta lýðveldisríki heiminum. Og hér á Íslandi allt í engin málfrelsi. 2 öfgahópar að ofsækja allt. Engin má segja ekki nýtt. Ég að tala Innland. Já. Þetta var ekki gott. Þegar ég var út á götu, ég að hitta bladakona. Já. Allt í kom einhverju muslimskona motorhjóli með höfuðið falið í slædu, 2 hólur fyrir augu og greip í eyrnalokk hjá mér. Já. Ég var heppin að það var inveskir hermenn. Ég sló hana niður. Þannig að það er passað upp á öryggi borgarra í Indlandi. Já. Hverju götu hodni Mér var spurt ef ég vil kæra hana. Ég sagði, kæra hana, what a waste of money, hang her. It's the best thing to do. Já, það er kannski alveg nóg gott að gera það heldur. Þetta þólar ekki inveskir hermenn. Nálægt okkur var líka stór army base. Já, herstöð. Já, stór herstöð. Ég var mjög heppin, ég vissi ekki hvar ég var að, boka hotellið mitt. I just wanted to be in the right place to do all my business sem ég gerði. Það er klára svo mikið og ég fer út aftur eftir nokkra mánuði. Já, og hérna ertu þá alfarin eða kemur aftur hérna? Ég fer ekki með gáminn. Nei, þú fer ekki með gáminn, þannig að við vitum það. Þú ert ekki að flytja alveg. Ekki að flytja alveg. Þið þykir svo vænt Ísland, eða ekki? Já, ég þykir mjög vænt Ísland og alla aðdáendur mínir. Já, þú ert marga aðdáendurina, það er málið. Já. En það sést að þegar þú ert að syngja hér á þar landið, það allir staði fullir. Alltaf full hús. Alltaf. Já, en núna líka þegar ég hér, ég vil syngja út allt Ísland. Þannig að fólk getur haft samband við þig. Já, fólk getur haft samband við 854697. Já. Leon C, ég ætla að þakka þér kærlega fyrir komuna hér í dag. Það búið að afskaplega gaman að hitta þig og spila með tónlistina þína. Já. Og heyra þessar sögur frá Indlandi er alveg magnað. Þetta mikla öryggi sem þarna, öryggisráðstafanir sem eru þarna, eru ótrúlega miklar. Og ég ætla að þakka ykkur og Viktor, hann er nú maður sem stendur á bakið þig líka. Og ég ætla að þakka ykkur báðum fyrir komuna. En þú ætlar að enda á einu lagi hérna. Já. Got a feeling we're not wasting time. Já, við ætlum að enda á því lagi. Ég held að hún hefur í ástarsorg þegar hún standi þetta lag. Já. Oj, ég var að sakna Viktor svo mikið, ég var í ástarsorg. Já. Ég ætla að þakka kærlega fyrir komuna. Flæðiskýr á endarinni hér í dag. Jóhann Kristjánsson heiti ég og við ætlum að þakka þessum frábæra gestum sem voru hjá okkur í dag fyrir komuna og við ætlum að heyra lag með Leon C hér í lokin. Og eins og hún sagði, þá heiti það Got a feeling we are not wasting time. Og endilega kíkja á hana nýja disk hennar sem heitir Mr. Lusty. Verið sæl.